Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og verið velkomin í eiginlega svona svolítið uppgjör við festivalið, bókmenntahátíð í Reykjavík sem var helgina. Ég misti nú persónulega af hátíðinni og langaði þessna til þess að fá ykkur sem ég veit að þið voru ansi dugleg að mæta og taka þátt til þess að segja okkur eiginlega bara frá hátíðinni svona. Hvað fannst ykkur, var þetta skemmtileg hátíð? Ég ætla að kynna ykkur, það er vel mannað hjá mér, það er Valur Gunnarsson, rithöfundur og bókmennafræðingur, sagnfræðingur, Jórunn Sigurðardóttir, fyrrverandi útvarpskona og bókmennafræðingur bóksali en er nú eins og allir þekkja legend, svona, goðsögn í bókmenntaumfjöllun og eiginlega, já, dálítið, þú varst nú eiginlega bara aðal bókmennta umfjallandinn í mörg ár. Ég var náttúrulega bara með bókmennta þátt á Rás 1, þannig eina þátt sem var bara bókmenntir, eða svo gott sem. Og maður saknar eiginlega þess mjög að fá ekki svona, þú varst dugleg ef einhver fekk tilnefningar eða voru hátíðir, að þá voru, Ég var alltaf dugleg með mikrofónun út í bæ. Já. Þú varst í því. Má Alheimsdóttir, rithöfundur. Sæl. Blessuð, takk fyrir að koma. Segðu mér bara, var þetta góð hátíð? Já. Það var fullt út úr dyrum. Ég reyndi að fara og komst ekki að. Og það voru fleiri sem að þannig var það bara virkilega stappað í eðinu. Já, það er nú lengi verið að tala að það þurfi nú helst að fá stærri stað og kannski í gamla bíó eða eitthvað. Þetta er, það er oft mjög fulltar og færri komast að vilja. Ég held kannski stórstjarna hátíðarinnar hafi verið Claire Keegan frá Írlandi og þegar hún var í Norrannahúsinu og sérstaklega þegar hún var í inn og það var bara, þú veist, komist ekki allir inn í sal og komist alla inn í andri heldur það sem að hljóðkjara hefur komið fyrir. Þannig að hún var svona, já, sú sem að minnst kosti trekkti mest og það hefur nú verið vel mætt á flest. Já. Fyrstur á dagskráni þetta sama kvöld sem Claire Keegan var í Yrnó var reyndar Ann Carson og ég held að það hefur myndað svona löng röð strax bara upp úr 6:30 fyrir utan Yrnó sem að röðin náði aftur fyrir óþekkta embættismannin vegna Ann Carson, en ég vil ekki gera lítið úr Claire Keegan því að hún svo sannarlega, hún kom mér allavega mjög á óvart. Það er ekki hægt að segja að þessi eina bók sem ég hef lesið eftir hana Fóstur sé beinlínis húmorísk, en hún hefur svo svellandi húmor og skarpa hugsun að það var bara ógeðslega gaman að fylgjast með þessum tveimur samtölum. Ég sá þau bæði og var viðstödd. Ok, já, bæði við hana, hitt var í Norrannahúsinu. Já. Ég var svo heppinn að sjá hann í Safnahúsinu á sunnudaginn. Ok, hvað var hún að gera þar? Þar var hún tók þátt í bók þar sem að höfundar fjalla listaverk. Þessi einmitt. Já, myndlistar. Skáldtextar innblásnir af íslenskri myndlist. Já. Ég glemdi þessu því miður. Þetta var mjög gaman að hún kom síðast fram að hún var með alla hina höfundina með sér og sem voru með svona gett viðlag sem að kom inn í hennar lestur. En þú átt af við Ann Carson? Já. En en þú varst líka þarna. Já, ok, þú tala með hana, ég held að Claire Keegan þess vegna, já. Ég vildi bara hafa þetta skýrt, já, Ann Carson. Hún sem var þarna er í bókinni og Má kom líka fram og fór alveg á kostum. Hún byrjaði því að fara úr skóm og sokkum og síðan held hún ljóð upp og bara úr minni sem að hún, en þetta var mjög skemmtilegur loka viðburður á þessari miklu hátíð. En mér langar að bæta Claire Keegan að ég hef ekki lesið neitt eftir hana, en eftir að hafa hlustað á hana þá langar mér mjög mikið að lesa því þegar hún talar á einhver veginn tíminn stoppar. Mér leit pínu þannig. Já, hún er svona úr írskri sveit og ber það svolítið með sér, hún talar rosalega svona blátt áfram og Halla var að tala við hana og var rosalega svona kurteis og fín, en Claire Keegan var bara svona beint úr sveitinni og svolítið með beint. Hún líka hún er reitlasti kennari og hún er komið svo góð einhvern veginn
ritlistaráð. Já, Þannig að ég held hún var svolítið að kenna okkur að skrifa. Já, var það, svona í liðinni. Já. Örláta og svona Algjörlega. góð ráð. Já, því ég held sko að þau ráð sem hún kom með, því hún náttúrulega er með kannski, byrjandi nema og nema alls stíðum, það er að þú veist, ekki vera að reyna alltaf að gera eitthvað alveg frábærlega eða alveg fullkomið, reyndi bara að gera eitthvað sem er nógu gott og ég held að þetta sé rosalega góður ráð til höfunda að reyna bara að hafa allt nógu gott frekar heldur en að vera krafsa í eitthvað sem að En sá sem segir svona, er það ekki einhver sem er samt vandar sig mikið eða? Hún sagði, try to make it all right og jú, það má þýða það sem er nógu gott en þetta sé bara í lagi þetta sé skiljanlegt og skýrt og þú náir að segja það sem hún vilt segja og hún tók í Norrænahúsinu, þá tók hún dæmi af því að umgengni við hross og þú ert að reyna að fá þau til að gera eitthvað að þú verður að finna staðinn þar sem where it is all right þar sem að hlutirnir er í lagi og þetta fannst mér mjög svona falleg afstaða, bara lífsafstaða við höfum að reyna að hafa hlutin í lagi Ok, já, það er svolítið munur satt að segja á þeirri þýðingu að sé nógu gott og að sé í lagi, sko, en kannski næri yfir hvort tvekja, en voru einhverju fleiri ráð sem að þið getið þá rifjað upp sem hún gefur hlustundum og áhorfendum? Ég meðist einn ráð sem komið bara varandi lífið var það, sko, að hún átti erfiða æsku og eins og fleiri þarna en einhverjum stjálfilegri ískri sveit sem hljómaði bara eins og sko miðöldum nánast við alveg kannski kirkjunar og og síðan voru spurning mannskjálf hvort það var fyrst að bætta upp eða einhvern veginn bætta upp og hún segði, nei, þú getur aldrei bætt neitt upp liðnaði liðið, mér finnst þetta líka einhvern veginn ágætis afstæða, sko þú veist, þú nullar ekkert út með því að það gerist eitthvað slæmt eða gott, þetta er bara einhvern heldur áfram, þannig að já, hún kendi manni bæði að skrifa og lifa. Nú, já, það var nú en þú vísaði nefnilega að skrifa þér á samfélagsmiðla pælingu eftir að hafa hlustað á rithöfund og var það ekki hún þar sem þú varst að tala þessi félagslegu rými eða svona samskiptarými bókasöfnin og var það ekki út frá að hafa hlustað á hana? Jú, það voru reynda sko það voru fleiri sem myndist á það voru Kuluk Holmes og já, hún nefndi þetta líka að henni fundist þetta mjög furðulegt að þetta er að borga fyrir bókasafnskort á Íslandi. Já, hún mitt komið þann punkt og síðan beint í kjölfarið þá sagði Claire Keegan sem ólst upp í fátækri ískri sveita á 19. öld að þau virðist að sko það fyrir hann að hafa bókasafnskort bara svo með kreditkort. Það getur bara fengið allt sem þú vilt og síðan sko beint á eftir kom Patin Stavovski frá sem er fæddur í Kosovo en alveg í Finnlandi og hann var líka bara að segja sko og þú veist þetta með bókasafnskorti hvað þetta er dýrmætt en einmitt Kuluk Helms sem er hálf grænlensk, hálf dönsk hún bara sagðist að það fikk menningarsjokk þegar hún komst að því að á Íslandi að það var að borga fyrir bókasafnskort og bara hún aldrei heyrt um þetta við meira þessi í Bandaríkjunum þurfa ekki að gera það þannig að það væri svartur blettur á Reykjavík bókmenntaborg UNESCO Já, ættilega bara svipta hana til bókmenntaborg UNESCO Já, og líka bara þessari bókaþjóð er ekki söguþjóðin sem stæri sig nú helst af því að vera bókaþjóð og bókmenntaþjóð. Þetta hefur verið svona glöggt gestsaugað þegar þessi gestir hafa séð þetta og með svona ákveðnum sósíalískum glerugum. Já, þetta er bara svolítið prinsip. Ég man ekki, hvernig þetta byrjaði? Einhvern veginn var það 500 kall og nú er það 500. Ég hef ekki hugmyndu. Ég fæ ókeypis núna. Já, það. En það er bara fyrst og fremst Ég var endurnýjað þannig. Já, ok. Þú veist það. Vá, já, en þessi prósentahækkunin er þá rosalega skörp. Þó þetta séu kannski ekki miklu peningar, þá samt er þetta líka bara þetta prinsip að það sé eitthvað rými það sem er engin posi, það sem þú þarft ekki að borga fyrir neitt, því við höfum það ekki. En það eru til, þú veist, almenningskarnar alltaf kallaður úti, það er háskólinn er að nafninu til, ókeypis en samt er skráningagjaldið búið að hækka frá því ég byrjaði fyrir 30 árum síðan frá 20.000 upp í 80.000 og en samt maður ekki borga í göng þar sem svona túristar út úr fara í gegn þú veist það einhvern veginn þarf að niðurgreitt almenningi en já, mér finnst það bara Það voru líka undirstrikað í samræðu við bókasöfnina að þetta er ekki rými, það er engin business sem á sér stað þarna, það er ekki verið að reyna að selja þig neitt, auglýsa eitthvað og ekki bara þið eru boðir en mér langar að minnast á annan höfund sem að
kom mér á óvart og ég bara kynntist á hátíðinni. Það er hann Thomas Korsgaard, Thomas Korsgaard, hinn danski. Hann þótti slá í gegn, var það ekki svolítið? Jú, hann sló í gegn bara með sínum bókum. Hann er kollungur þegar hann sendi frá sér sínar fyrstu bækur. Ég hef ekkert lesið eftir hann, og það hefur ekkert verið þýtt eftir hann á íslensku. Ég get svo sem lesið það á dansku og ég vissi bara ekkert að hann væri til. Og það er svo skemmtilegt við bókmenntahátíð. Þú situr allt inn í sal frammi fyrir einhverjum höfundi sem þú hefur aldrei heyrt nafnið á, þekkir ekki bækurnar og getur og hann heillar þig, já eða ekki, ég verð nú reyndar að viðurkenna rithöfundar heillar mig svona generelt og það er bara alveg ótrúlegu fjársjóður að fá í gegnum sem að þú færið í gegnum bókmenntahátíð. Og hvað var það þessi hvað svona var það sem hann verið heillandi? Hann kemur líka úr sveitinni en í Danmörku eins og hérna Claire Keegan og hann er greinilega að skrifa út frá sinni bensku. Hann var bæði í Norræna húsinu og í Iðnó og í Norræna húsinu var hann, hvað var hann að tala um? Það var hann að tala um bara skriftirnar og mikið um skriftirnar og uppvöxt sinn og hann hefur skrifað skáldsögur sem byggja mikið á samtölum. Hann segir í tiltölulega nýrri smásögur sem er í einhverju safni sem hann er nýbúinn að gefa út. Þetta sé bara síðasta bókin hans sem ég veit ekki hvað heitir. Að hann sé þjófur, hann sé stöðugt að stela, þú veist, hlera brot úr samtölum, einhver er að segja frá því hvernig hann, ung stúlka sem fór út að selja hass því að bróðir hennar þurfti að komast í klippingu, eða ég veit ekki, man ekki hvað það var, en bara svona ævintýri úr hversdeginum sem hann lesi upp á leið sinni og hann líti ekki á það sem þjófnað. En er það þín reynsla, Jórunn, því nú hefur þú sko tekið viðtöl við alveg ansi marga höfunda og fjallaði þetta bækurnar sjálf og síðan hefur líka tekið viðtöl við höfunda og finnst þér raunverulega höfundar yfirleitt bæta einhverju við eða raunverulega opna svona aðgang að sínum bókverkum eða er það bara alveg? Já. Þeir opna, sko, ef ég þekki höfundana áður, þá finnst mér þeir gjarnan opna svona aðeins annan heim, einhvern hliðarheim, sem að ég hef ekki upplifað að sá heimur trufli eða eyðileggi eitthvað upplifun mína af verkum viðkomandi án þessara upplýsinga. Mér finnst ósegjanlega gaman að heyra í höfundum og það sem að ef ég má segja eitthvað til gagnrýni hátíðina núna, þá saknaði ég ósegjanlega að heyra ekki meira í bókunum sjálfum. Já, upplestur þá. Upplestur, beinlínis. Upplesturinn er svolítið undarhaldið, þetta var þetta gamla form oft bókmenntahátíð sem að var... Já, það er svo mikil nöyst. Langur upplestur og svo kannski mistu menn svolítið þolið fyrir hlustendur fyrir löngum upplesturum og þá kemur þetta samræðuform sem ég fannst að vera mjög jákvætt. Já, út af fyrir sig, en það má alveg, sko, í síðast þegar bókmenntahátíð var, þá var þessu blanda saman. Já. Kannski styttu samtölum fyrir vikið, þau voru löng núna, voru djúp og fín og góð. Og það var engin upplestur? Yfirleitt ekki, en þau fáu skipti sem það var til dæmis hjá Tómasi Korsgaard, þá las útgefandan sem ræddi við hann í Norræna húsinu, las tvisasinnum upp úr bókunum ansi langa texta sem hann svona endursagði í stuttumáli á ensku en las á dönsku. Að ég saknaði þess að í öllum tilvikum þegar það var lesið, Claire Keegan las líka smávegis í Iðnó og einhverju fleiri, en það var yfirleitt ekki
mikið að fá ekki textan upp á svið og þú segir að fólk hafi mist þolinmæðina, ég held ekki. Nú, ég held að vera hvort yfir það væri ekki upplestur, sko. Já, það var sjaldan. Það var bara fyrir tilviljun og það var, ég veit ekki hvort það var ekki gert ráð fyrir því en allavega var engin þýðing. Já, þú ert að meina að þú saknar þess sem sagt að textin sé á veggnum fyrir ofan. Já, að þú hlustir á höfundin, lesa á því tungumáli sem hann skapar sem texta á með þeirri hrynjandi sem að þar heyrir til og þó þú skilir ekki orðið í tungumálinu þegar þú ert með færi textan svona hlaupandi í bakgrunnin þá finnst þér þú skilja það og þú ferð, það er einstök upplifun og ég heyrði á fólki almennt. Ég talaði þetta við ýmsa sem voru á hátíðinni og það var enginn sem að ekki saknaði þess. Nei, ég skil. Þetta svolítið vandmeð farið, sko, því að bókmenntir eru faktist sko, persónuleg upplifun og eitthvað sem gerir í innrúmi. Þetta og nú les ég sjálfur alveg upp, en það að lesa upp er einhvern veginn ekki svona eðlilegt form. Það er bara mjög eðlilegt form. Ljóðaupplestur er betur ætlaði til þess, en það var kannski fyrir einhverjum árum síðan, þá voru bara upplestrakvölda sem höfundar bara lásu upp og ég kannski var það of mikið. Já, en sem betur fyrir þetta voru þessu líka off-venue, þessum voru ekki í aðaldagskrá og þá voru útgáfi hóf og það var upplestur og það var svolítið gaman að mæta á þá viðburði og ég kom með bók, það var í Skáldi, það var bókabúðinni, Nata Sess, Mara kemur í heimsókn og svo var á Hótel Holt. Það var dásamlegur viðburður. Já, það var dásamlegt og þá voru gjörningar með Ann Carson og það var rosalega vel mætt aftur og fleiri, ekki bara hún. Og já, og svo var á sunnudeginum þessi bók og þá voru líka upplestur og svona gjörningar. Þannig sem betur fyrir var þetta líka með. Já, það var aðeins. En Ann Carson og Curry maður hennar farið, en ég saknaði þess, mér fannst eins og Þorgeir Tryggvason orðaði það í færslu á Facebook að við höfum fengið rosalega fína og góða kæfu í samtölunum. Vandaði brauð? Bragðgóða, nei, en hann hefði líka viljað sjá gæsina. Já. Já, þannig að þú ert aðalega að tala að það sé á frummálinu, það sé lesturinn á frummálinu. Já, mér finnst það. Já. Og það náttúrulega tengist þessu gjörningaformi eins og þú ert að segja að því að Ann Carson og Curry maður hennar og fleiri koma með þetta til Íslands. Reyndar þegar Ann Carson las upp, þá var þýðing á bakvið. Samt var hún að tala ensku sem að mér virtist á þessari bókmenntahátíð væri gert ráð fyrir að allir skildu bara fljúndli. En það var það líka alveg hugsa sem upplestur, en já, ég held að það hafi verið og ég held líka að maður saknar alveg þess að heyra hrynjandi og mál sem fólk skrifar á og ég var á Hótel Holt og var að hlusta á Kuluk og hún var að lesa á dönsku. Ég skil ekki dönsku, mér finnst þetta svo dásamlegt. Já. Þetta svolítið, sko, Freyr Eyjólfsson, hann síðastdaginn var að tala við Annette Bjergfeldt sem danskur höfundur og hann talaði dönsku auðvitað en á ensku, hann sagði mér finnst þess að ég farið til helvítis fyrir að tala ensku við danskan höfundur Norræna húsinu. Já, akkurat. Þetta er einhvers konar helgispjöll en á sama tíma það náttúrulega er þó að stór hluti Íslendinga tali í Norðurlandamál til dæmis, þá náttúrulega eru margir sem gera ekki og það verður náttúrulega líka hannandi, sko. Þetta er eins og með upplestrana, þetta er mikil jafnvægis ganga og ég held við verðum ævinlega bara sem Íslendingar skrifandi á íslensku og allt hvað að gera okkur grein fyrir að við erum í varnarbaráttu og við verðum að reyna að passa upp á þennan balans í hvívetna. Já. Auðvitað tökum við tillit til gesta og viljum að allir séu með eins margir og kostur engin spurning. En þú last upp úr þinni bók? Já, sko, ég er bara partur af mjög fínum höfundum. Þannig, við vorum að skrifa texta út frá listaverkum sem við máttum velja á safninu. Listasafn Íslands, já. Ekki í safnahúsinu? Jú. Í safnahúsinu? Já, í safnahúsinu, af því þá er sýningin sem, við völdum listaverkinum. Og svo er þessi bók tvíting, þannig
sem mjög gaman Já, að það því er það mjög- þú veist, Ann Carlson til dæmis, hún skrifar á ensku, þannig texti hennar þýddur fyrir á íslensku og til dæmis ég skrifaði á íslensku og svo var það þýtt yfir á ensku og svo mér finnst þetta svo merkilegt að nefna það að við Ann Carlson veldum sama listaverk já, ég mjög stór aðdáandi hennar en já, Einmitt. Já, völdu af tilvíljum sama listaverk til að skrifa já, eftir Hrein Friðfinnsson Nú, en skemmtilegt. já, Hann líka mikið uppáhald í mér. En sko, jú, já, sýningin í Safnahúsinu, en sýningin í Safnahúsinu á vegu Listasafns Íslands, held ég, Já. já, og ég var með svona einmitt, eins og Valur nefndi svona semi-gjörning, ég einmitt fór úr skóm og sokkum og flutti textan minn svona utan að já, sitjandi á gólfinu. Og þú tilheyrir svona hópi þeirra sem að þú hefur ekki íslensku að móðurmáli en skrifar á íslensku. Er það þitt raunverulega helsta rithöfundamál eða svoleiðis? Já, ég skrifa einungis á íslensku eins og ég hef skrifað á öðrum málum, á pólsku, ensku og frönsku á tímabili, en það svona löngu lífni tímar. Á dönsku líka? Nei, frönsku. Frönsku ekki dansku, nei, ég tala ekki stakt orð í dansku. En já, einhver veginn það gerðist bara þannig. Ég kom hingað og svo fór ég hérna í ritlist og í HÍ og byrjaði bara að skrifa á íslensku. Og nafnið þitt, svona listamannsnafnið þitt er Alheimsdóttir, þannig að þá svona, já. Það segir svo, já, allt held ég. En hvað fannst þér svona standa upp úr á bókmenntahátíðinni? Ég verð að nefna, ég kom með bækur til að geta vísað í Bætim Statovici, ég held að sé berðið það rétt, og ég kynntist bókmyndum hans í Kosovo, því ég var að heimsækja vinkonuna í Pristina og ég fór á bókabúð þar og sagði ég vil fá bók eftir einhvern héðan og Kosovo fólk horfir alveg upp til hans og hann sé alveg fluttur til Finnlands, hann flutti það með barn, þeir voru innflytjendur frá stríðstímabili og ég las þá My Cat Jugoslavia sem ég keypti í Pristina og mér finnst þessi bók alveg, ég fæ bara gæsahút. Hún var frábær. Ótrúlega spennandi, eins og hann segir frá, eins og sagt var frá bókunum hans, með þessi dýr, mikið dýr, að það bara hljómaði svo spennandi. Ég hlakka mikið til að lesa. Hún var til á íslensku, hún hefur verið þýdd yfir á íslensku, held ég ekki? Nei, það hefur ekkert verið þýtt yfir á íslensku. En ég held að sé vonaði, ég held að hún Erla Öludóttir sé Hvað bóka? Júgóslavnski ég veit það ekki. Hann náttúrulega bara sagði frá henni kötturinn Júgóslavi, ég held að það var leiðilegu köttur, sko, hann var fordómafullur. Já, mjög fordómafullur, já. En hljómaði mjög spennandi. Nú er japanskar kattabókmyndir eru mjög vinsalar en hann var á undan með Júgóslavi köttin. Já, ég held að það var 2014 þegar hann skrifaði hana. Já, ég man eftir annarkvort hef ég hitt hann einhvers staðar útlönd, myndi að hann hefði komið áður á bókmyndahátíð eða ég man ekki til þess en hann það má vel vera og var hann svona góður var gaman að hlusta á hann líka já. Mér fannst það sem hann sagði bækurna á fornilegt en þetta er svona mismundi hvernig höfund að taka sig út, sko, hann mér finnst það kannski svona nánast á finnskur í tjáningu en sko ég alveg samanlega Tómas Korsgaard er kannski stóra uppgötun hátíðar en einhverju leyti en hann tjáði sér svolítið mikið eins og höfundar, hann tjáði sér mjög löngu máli og er alltaf í frásögn og síðan kemur punktur og síðan þegar honum var spynt saman við Eiríkur Falland sem er svona sem skrifar sannsögur eða ferðasögur, hann ferðast hringinn í kringum Rússland til dæmis í bókinni Grensen sem ég skrifaði með tímut máls og menningar núna að þá var þetta svona stílarnir tókust þeirra svolítið mikið á, sko. Annars vegar er það Tómas Korsgaard sem er svona einhverfur höfundur og ólst upp í sveit á Vestur-Jótlandi sem hljómaði líka eins og 19. aldar skáldsögu þar sem að enginn lærði ensku og hann er samkynhneigður og mætti miklum fordómum og en já, hann eins og Statovic já, það var Statovci já, einmitt, en þeir báðir endar síðan, sko,
slógu í gegn sem höfundar mjög ungir en þá var sko annars vegar svona blaðakona sem að svona algjörlega tekst af við samtíman og kannski knöpp og síðan einhverju höfundur sem talar mjög löngumóli en síðan kom í ljós að Erika Fatland, hún ólst líka upp í sveiti í Vestur-Noregi og þá náðu þau einhvern veginn saman það er svona, hefur verið dulið traktora tema á hátíðinni. Já, það var svona aldrei staði sem að hefðu áhrif á hvernig skriftirnar arta sig og skáldskapurinn. En þetta samt líka allt, kannski meir og minna, ekki kannski Erika en svona einhverju höfundar sem eru þekktir fyrir að vera skemmtilegir í samræðu, svona svolítið stjörnuhöfundar eða hvað. Ég veit ekki, það er eitt þessum. Erika einmitt svolítið mikilstjarna sko, hún hún var greinilega mjög vön. Já, hún sko mest seldu bókina í Noregi í fyrra, toppaði Grimmana, systemi býr Noregi ætla að sjá hún bara komst ekki að. Ok, já, hún var gaman. Þannig að maður er svona persónulega glæðst pínulítið yfir því að einhver sé að ná yfir Grimmana. Svo það var einn höfundur sem ég hlakkar mikið til þess að kynna mér Hervé Letellier sem frakki mjög intellektuell og ég held að hann sé lingvisti og var þekktur fyrir að vera í Oulipo einmitt og hann hefur skrifað bók Calvino og Italo Calvino mikill uppáhaldshöfundur hjá mér og við sagði býttu nú við, þetta verði ég nú að kynna mér. Og hvernig var að hlusta á hann? Það var áhugavert en hann var alls ekki, hann var mjög alvarlegur og fór mjög svona nákvæmlega í hlutina. Ég þóru nú ekki að hafa alveg eftir, ég upplifði hann held ég í Norræna húsinu á fimmtudaginn, ég man það ekki. Jú. Já, og þannig að, en mér fannst það mjög áhugavert og sérstaklega þessi tenging við Oulipo og Italo Calvino. Það gaf honum pluss. Þannig að hann var ekki þessi sveitamaður, hann er svona ekta... Nei, hann var intellektuell akademiker. Elítu, nei. Jú, kannski, hver veit. Hann hefur talað tungu svona sem kannski var ekki mjög aðgengilegt fyrir alla. Nei, jú. Maður bara ekkert endilega, maður bara í því að reyna að skilja og njóta og ná samhenginu, en ég var ekki með þá hempu að ég ætti að fara að endursegja það. En var hann ekki svona, hann hefur ekki verið að tala einmitt eins og þið nefnið þarna einhverjum uppruna sinn í sveit og kannski erfiða æsku. Nei, hann var meira fjart hugmyndir og ég held að ég hef einmitt byrjað að lesa Italo Calvino eftir að heyrst Jórni tala hann í útvarpinu. Talandi goðsögn. Já, mér fannst þetta, fyrir mig var hann kannski svona einn stóra aukvöldin og einn af þeim bókum sem að ég svona af fjárhagslegum varunum keypti. Og þar fannst mér takast mjög vel að spilna honum saman við Brynju Hjálmarsdóttur sem Hjálms sem að voru að fjalla einhvers konar vísindaskáldsögur og Bergur Ebbi framtíðarfræðingur talaði við og þá svona... Það var mjög skemmtilegt. Já, það var til eitthvað og Bergur Ebbi var mjög tekinn af gervigreind en þetta Þau gerðu lítið úr því, eða þannig? Já, en samt sko eins og Oulipo eins og veist náttúrulega fjallar að skrifa með einhver höft, notar ekki bókstafinn í heilli bóka eða eitthvað þannig, en núna ætlar tölvuforrit sem að geta gert þetta. Já, reifrænandi, en hann var að segja sko að þegar tölvuforrit skrifar þá var það nánast of gott að forðast það alveg endurtekningar, en oft mikill náttúrulega skáldskapur í endurtekningunni, en væntanlega verður bráðum tölvuforritið mun endurtaka sig meira til þess að stæla meira og meira lifandi höfund. Eða þetta biðið að skrifa eins og Oulipo, þessi hreyfing sem einmitt átti svona að vera tilviljun átti svolítið að ráða er ekki útkominni. Ég misti því miður af Hervé Letellier, því ég var upptekin af öðru, en svo þessi rithöfundur sem ég þekkti ekki, sem ég var að hlusta á og hann hefur látið miklum vinsældum, hann Hernán Díaz, en ég var að segja að ég var bara að bíða eftir að hann væri búinn að tala. Mér fannst að við erum að tala bara, mér langar bara svona... Já, hann var líka mjög svona alvarlegur. Já, að svona taka svona mjög alvarlegum nótum og nefna alla eitthvað svona rithöfundar sem hann eitthvað horfir upp til og svona, mér fannst svona, þetta var svona
mjög bókmyndalegt og já, ég hef alveg lært bókmyndafræði aðeins og á svona viðburðum ég vil hafa eitthvað svona meira lífandi og svona kannski, minna, nefna einhverja aðrar bækur. Já, þetta upp og ofan. Upp og ofan, en já. Og hann frá Argentínu? Hann náttúrulega merkilega ævi. Foreldrar hans flýja með hann til Svíþjóðar á einhverjum miklum umróta tímum í Argentínu. Síðan flytja þau aftur til Argentínu. Og hann þá búinn að vera að ganga í skóla í Svíþjóð og var svona, ég meina af argentínsku bergibrotin í Svíþjóð. Síðan kemur hann til Argentínu og kemst að raunum hann tala spænsku með hreim. Og dvelur í og líkur hluta að sínu háskólanámi þar, flytur þá til London og enska verður hans heima, eins og hann orðaði það. Og hann býr nú og starfar í New York og skrifar á ensku og hefur alltaf, held ég, skrifað á ensku, allavega sinn skáldskap. En heldur hann hafi verið svona ekkert mjög kannski skemmtilegur, einn af þessum höfundum sem bæta kannski ekkert mjög miklu við eða eru ekki allavega að bæta við eða gera bókum sínum greiða með því að tala? Það náttúrulega til, sko, virkilega. Ég veit ekki. Nei, ég myndi ekki segja það. Einhver miskilir kannski, miskildar eitthvað situasjónu. Stundum það þannig að það eitthvað sagt, þetta í litlum sal og þá halda menn að þetta séu bara sérfræðingar sem hann á að tala við. Nei, ekki held ég það. Og ég held að hann hafi ekkert eyðilagt. Nei, það var mjög persónuleg upplifun minn. Alveg skoða verkina sinna þegar við vorum að tala eins og hana, heitir hún ekki Erika Falland. Jú. Og hún greinilega mjög svona, þetta á mjög vel við hana, hún fljót og hnittinn og hvaðina, en sumir eru bara ekkert þannig karakterar. Já, stundum fer það ekki saman. Að lasta þá fyrir það, guðminn góður. Nei, þetta líka var til umræðu, hvort sem það var á útgáfuþinginu eitthvað, að það fann að vera svo miklu meiri krafa á höfunda þessa dagana að koma fram. Og kannski að vera með einhver Instagram eða TikTok svona brot eða eitthvað þannig, en síðan náttúrulega tilfyllt okkur höfundum sem eru bara óframfærnir, það bara jafnvel... Já, og eru bara vilja bara vera heim og skrifa. Og skrifa þess vegna því þeir eru óframfærnir og þeir geta kannski átt svolítið erfitt uppdráttar í þessum heim núna, þessum allt einhvern veginn út á að vera með bara örstutt soundbite, hvort sem á sviði þess að Erika Falland, hún var sagði kannski á sömu brandarinn, hún mjög þjálfuð í því að foreldrar mínir áttu sláturhús, ég grænmetisæta, hún var svona punktar sem hún veit að náði í gegn, sko, en það náttúrulega, en síðan til þess Tómas Kárská, hann talaði mjög löngu máli, hann að vinna sig að punktinum, en sem kemur illa út á TikTok, en síðan eru aðrir sem kannski bara geta alltaf tjáð sig yfir höfuð fyrir framann fullan sal af fólki. En það ekki þá þannig að umræðan svolítið snýst það að það gerð ákveðin krafa til höfunda að taka þátt í að selja bækur sínar eða svoleiðis, að þeir eiginlega verði svolítið að taka þátt í þessum leik. Þú þekki kannski þannig heim eða þið? Upplifir þú þessa kröfu svona á þig? Eða? Ég bara tek ekki hana mjög alvarlega. en já, það eflaust, það krafa, já. En ég held maður kýs hvað maður gerir í hvert sinn. Hvernig maður, hvað tekur maður mikið þátt í þessu. En mér langar líka að nefna það sem fannst mér mjög skemmtilegt á móti, það var Andre Walden og Guðrún Eva Minervudóttir. Það var mjög skemmtilegt að hlusta á þeir bæði að spjalla. Og já, þá var María Elísabet sjálfsögulegum skáldsögum bæði. Já. Mjög þétt upp við. Og María Elísabet stjórnaði því. Mjög vel. Þetta var náttúrulega svolítið skemmtilegt, þetta voru sem sagt höfundar, það eru yfirleitt 3 á sviðinu. Já. Svo var ansi skemmtileg uppsetning, var það ekki? Jú, hún var, ég man hvort það var á síðustu bókmenntahátíð, þá var reynt með 3 höfunda, það var eiginlega mikið til þess að sameinast svona einhverja tematík, en þetta var mjög vel lukkað. Já, hann skrifaði bókina sem kom út á íslensku. Þessi djöfulsins karlmenn, eða karlar. Þannig að og hefur verið ansi mikil svona bestseller. Og þannig að hann hefur verið sá sem að hann hefur bætt við. Já, ég held það og líka Guðrún Eva, það var gaman að sjá hann upp á sviði, ég tekki hana persónulega, þetta svona, maður verður öðruvísu persónu upp á sviði stundum og það var gaman að heyra hann að tala
hérna bókina sína. Og þessa nánd við viðfangsefnið og þau gátu svo vel einhvern veginn rætt saman, reyndar var, ég man ekki hvort það var hann, var það ekki hann sem að sagði þetta var eiginlega búið þessar stundum kallað sjálfsögur, en fyrir mér sjálfsögur eitthvað annað í bókmenntafræðinni en sem sagt sögur þar sem að höfundurinn sjálfur og hans reynsla og raunveruleiki eru ekki bara í bakgrunni heldur í brennidepli. Það nú svo oft verið að segja að það sé búið en að mínum að þetta er bara rétt að byrja það er strax búið, ég held að vera heimildin á Rísandi. Það er alltaf verið að segja. Ég var líka mjög hissa. En hvað með hann hérna sem koma eftir spjallið sem nú stórstjarna, ég bara alltaf getur okkur rétt mér sem að Helga Sofía talaði Nóbelsverðlaunahöfundinn. Abdulrazak Gurna, já. Þú ert með bókina. Já, ég var að kaupa hana, ég kom með bækur sem ég eignaði á hátinn, keypti eða fékk. Og hlustuðu þið á það spjall? Já, ég heyrði bæði spjöllin. Ég heyrði hann aðeins í Norræna húsinu og já, hann var svona yfirvegaður. Það var Þóra Arnórsdóttir sem tók það viðtal. Það var, fannst mér mér fannst það áhugavert hvernig hann talaði. Það var mjög samfélagslegt. Já. En í Iðnó var hann meira að tala skáldskapinn. Já, mér fannst til að nauðsynlegt að fá bæði, af því að þegar spyrnir höfundum saman, það getur svona brugðið til beggja vona og jafnvel þegar það heppnast ágætlega eins og þarna þegar Gurna og Kúluk Helms komu saman, þá lærði maður svo lítið þau eða raunverulega þeirra verk, af því að þetta var svo mikið bara þetta málefni sem við erum að ræða sem er úti heima. Hann er fæddur í Zanzibar og býr í Bretlandi og hún er á milli Grænlands og Danmerkur. Þannig að, en af því að hann fekk síðan sviðið aftur daginn eftir, þá voru hún til góð stíl, en mér til að synda Kúluk Helms, ég keypti bókina hennar líka, hún fekk ekki nema bara að vera þarna, þannig að hún kannski komst ekki alveg til skila. Ég held að stundum málefni getur þetta ekki yfir það er gott að geta heyrt bara í einum höfunda í einu líka. Já, það var kannski ágætt, það voru ekki það margir, þannig að flesti fengu bæði að vera með einhverjum panel og einur úr sér, en það var svona upp og niður hvort að panelni voru raunverulega bætti við hvort þið voru. En sem er náttúrulega mjög einmitt skemmtilegt að hugsa að rithöfundurinn sé annars vegar með þessa samfélagslega hlutverk eiginlega og þessi draumur sem er náttúrulega rótgróin að höfundurinn hafi eitthvað að segja og einmitt kannski flytja okkur einhver skilaboð samfélagið og sé gagnrýnin og hafi meitlað eitthvað gagnrýnið sjónarhorn eða jáfnvel sé búið yfir einhverju visku. Þú veist, það er alltaf svolítið djúpt í held í okkar menningu að bjóða höfundum til þess eins og að fá maður vil gjarnan fá skoðun rithöfundar á skálds á heiminum eða einstökum hlutum, atburðum sem að gerast. Því að þar kemur yfirleitt eitthvað skjönað sjónarhorn og nýjar hugmyndir til þess að hugsa hlutina. Já, Gurna var einmitt spurður hvað hafa bókmyndir ennþá fram að færa eða what are they still got off, svo við séum með rétt orð. Og hann svaraði bara sama og alltaf, það er svona sem við tjáum okkur, það er svona sem við segjum sögur, við höfum alltaf sagt sögur, við höfum alltaf að gera það. Þannig að hann gaf lítið fyrir þessa spurningum það að bókmenntina þurfi eitthvað sérstaklega að vera réttlæta sig núna með að við öðrum tímum. En hann sagði líka að rithöfundur talar bara fyrir sjálfa sig. Hann er aldrei fulltrúin eins. Það eru pólitíkusarnir. Sem er mjög góður bundur líka, finnst mér. Að þetta maður svona skrifar bækur og ég þekki þetta út frá því að vera pólveri og stundum kemur fólk til minn og spyr mig eitthvað en já, þið pólveri eru bara, já, nei, ég má. Alveg stóttir. En að því, já, maður ekki að tala fyrir hönd allra. Nei, þú varla fyrir sjálfa sig. Já, þú ert ekki talsmaður. Nei. Pólska samfélagsins. Á Íslandi. Við vorum bara talsmaður sjálfsins á því augnabliki. Á því augnabliki, mjög vel orðað. Það er ekki að vera sammála í sér alltaf, sko. En það var kannski svolítið sniðugt einmitt að vera bjóð upp á 2 samræður fyrir höfunda. Annars vegar kannski þar sem að við fáum útrás sem lesandur til þess að heyra þessa hlið, þetta sjónarhorn og svo aftur meira kannski bara svona
höfundurinn sem persóna og svoleiðis. Og hans svona ferill, hvernig hann byrjaði og hvernig hann varð það sem hann varð. Já, mér finnst líka gaman að heyra ferdalag, hvernig þessi bók var til. Já. Það er alltaf mjög áhugaverð að kíkja í eldhúsið. Já. Og var hann líka svona eins og Claire Keegan svona örlátur að jafnvel að gefa ráðið að svona veita innsýn inn í sína? Já, eitthvað svona. Ég man það ekki. Ekki eitt smikið. Nei, öðruvísi. Hún er jú ritlistakennari. Já, ég held að það sé, hún er ritlistakennari líka einhverju leyti manneskja á besta aldri alveg, sko. Hann er meira einhvern veginn svona svolítið senior. Já, Nóbelsverðlauna hafinn einhvern veginn svona að tala nánast við eftir tíðina fyrst manni eða þú veist. Já, fannst þér alveg finna fyrir því að hann fannst alveg fyrir Nóbels árunni bara? Já, ekki það hann hefur verið að gera út af það. Hann er bara eldri og reyndari, bara það. Já, frekar það sko. Og þá, ef þessi Nóbels ára, hún var þá kannski alveg komin frá bara áhöröndum eins og sko, að hann hefði verið að setja sig í einhverja stellingar sko. Já. Alls ekki. En mér langar aðeins að minnast á þetta þýska dúó sem að mér fannst bara setja svolítið svip á hátíðina með framkomu sinni. Það er annars vegar Dinsir Guddsjeter, ekki alveg hvernig að bera það fram, sem er af tyrknesku foreldri og búið alla sína tíð í Þýskalandi í litlum smábæ. Og þar sem og var svona þar sem hluta af tyrkneska samfélaginu svona frekar á jaðrinum og svo Wolfgang Schiffer sem er nú Íslandsvinur til áratuga, en svo vill til að hann ólst upp í þessum sama smábæði nokkrum áratugum fyrr og var líka á jaðrinum með föður sem ruslakall. Og þeir voru að kynna bækur sínar sem annars vegar er Wolfgang Schiffer að segja frá föður sínum og hvað hann skammaði sín fyrir hann og Dinsir er hins vegar að segja frá móður sinni sem að dýrkaði hann svolítið sem prins. Dinsir var nú líka að tala um það að hafa alist upp á hóruhúsi frænda síns. Jú. Það er svona hræðilega æska var nú. Það er dálítið mikið af hræðilegum æskum. En Dinsir sagði samt þvert á það sem við vorum að segja áðan að hann hafi litið svo á að hann vildi skrifa til þess að gefa þessu fólki rödd og til þess að vera einhvers konar málpípa. Já, eða opna þetta samfélag og hann gerir sko meira heldur en bara að skrifa sjálfur. Hann er líka með útgáfur sem að gefur út mjög mikið af höfundum sem eru svona kannski, hafa ekki komist inn í stóru forlögin og til dæmis íslenska ljóðlist. Hún er kannski ekki eftirsótt til útgáfu hjá stórum alþjóðlegum innan gæsalappa forlögum í stórum löndum, en íslensk ljóðlist hefur svo sannarlega átt hauk í horni hjá þessum tveimur. Og það er Tunglið sem er líka lítið útgáfufyrirtæki. Já, og svo er það Tunglið sem gefur út þeirra bækur. Sko. Já, og það er svo gaman með Tunglið, það er alltaf líka með eitthvað svona gjörningaform í kringum útgáfu sem er indislegt. Skemmtun, það kveikir svo í manni. Þannig að þetta hefur verið svolítið breið flóra, bæði svona einmitt verðlaunahöfundar og eins og þegar maður las kynningarna þá var svolítið mikið talað verðlaun og þetta væri metsölu bækur og annað. Jú. Og svo voru náttúrulega spennu sagnahöfundar einhverjir, en síðan eru þessi svona, þetta eru ekki litlu höfundar. Dinsir hafi gefið út mest seldu ljóðabókina í Þýskalandi, þessi Mein Prinz bók. Já, en þetta er ekki beint svona einhver litlur höfundar heldur svona meira sem að eru út á jaðri, bara velja það að vera út á jaðri eða hvað og vera svona á mörgum. Þetta eru höfundar sem hafa sko kannski dálítið færst frá einhvers konar jaðri og náð alveg inn í sko heiminn, þú veist, það sem að maður segir að hlutinni sé að gerast. Meginströmmin, já. Já, ég held að flestir sé nú frekar stórir í sínum geira, en Já. En var ekki svona gagnrýni, hvað fannst ykkur verða svona ef þið getur ítt á takka og dreigið saman svona einhverja, svo var eitthvað þema svona, sem varð bara óvart ofta svona hátum þá byrja með þá finnum maður eins og tíðarandan kristallast þegar tala náttúrulega tengsli með staði og einhverja æsku og sveitin og borgin. Þetta hljómar nú ekki eins og svona nýjasta nýtt sveit og borg temað en temað á hátíðinu var náttúrulega heima og heiman og það var svolítið undirliggjandi.
alltaf og svo sem alveg klassískt tema. Já. Ég meina ef þú ferð ekki neitt þá hefur ekki frá neina að segja, stundum sagt. En svona hlutverk höfunda í auknu einmitt kapitalisma bókaheimsins eða gervigrindarinnar, afsakið. Það var ekkert mikið talað það. Ekki svo, nei, Guðrún svaraði þessu bara svolítið svona klassískan máta, enda svona klassískur höfundarleiti, en það voru erfilega teljer sem að fór einhvern veginn aðeins inn á þetta. Ég með, þessu sem að segja líka á hann, með ég veit ekki hvað hversu lengi við getum sagt ennþá sögur, nú rétt ég að vísa í hann sko, en maður bara velti í fyrir sér, en svo til dæmis með sko sjálfsævisöguna, það er náttúrulega eitt sem að Við erum að lesa sjálfsævisögur allan daginn. Eða skáldævisögur á samfélagsmiðlum, í færslum á samfélagsmiðlum. En á sama tíma þá er það eitthvað sem að sko gervigreindin getur ekki stælt, af því það byggir bara á reynslu. Gervigreindin getur lært að segja sögur en ekki kannski ekki mína sögur. Sem kemur einhvern veginn alltaf á óvart, það er svona held ég gervigreind, eitthvað sem er kannski ekki fullkomið og það er kannski eitthvað sem aðeins manneskja getur gert til, það er eitthvað svona sem bara virkar mjög skrítið allt í einu. Já, en sem komið en eins og til ég að segja, þá getur gervigreindin verið betri að verða ófullkomin. Heldurðu það? Já, hún náttúrulega verður betri og betri að stæla okkur, það við veitum ekki hvenær svo punktu kemur að hún fari fram úr að ná okkur, en ekki enn allavega. En ég held með sögur það er eins og með tónlist, maður getur alltaf skapað eitthvað nýtt. Og við sem lesendur og hlustendur ættum að þá að og einhvern hátt að nema munin eða hvað, við ættum að nema þegar eitthvað er nýtt gert eða eitthvað óvænt alvöru. Já. Eða lærum að nema kannski. En var ekki talað sko pólitík, það var enginn að tala þjóðarmorð eða það var enginn að tala stríð og enginn að tala Trump og var bara það var náttúrulega fjárstætti Trump. Það var svona nefndur, kannski þess að vera nefndur að nafni. Já, einmitt nefndur að þess að vera nefndur sko. Kannski má, þú veist, fyrir árið síðan þá hefði kannski þurft að vara meira við Trump en núna ég veit ekki hvort það er gott eða slæmt, en núna þegar Trump er svo allt líkjandi þá nánast þarf að fá smá rými þar sem að hann er ekki út allt. Þannig að ég held að það hefur kannski líka verið bara nákvæm stemning að vera ekki með hann þarna líka. Nei. Svo var náttúrulega hinn fjærstæddi höfundur Bouleim Sansai sem situr í fangelsi í Alsír fyrir bækur sínar beinlínis. Og þetta er fastur liður á sem að alþjóðlega penn Ísland alþjóðlega penn stendur fyrir og það er náttúrulega bara alltaf jafn átakanlegt að heyra slíkt. Svo staðrind hvað eru margir rithöfundar og þá náttúrulega eru blaðamenn líka, þá eru blaðamenn og rithöfundar saman í liði, það eru þessir sem segja sögur bara úr raunveruleikanum og eru í stór hættu fyrir vikið. En með Natasha í ljóðabókinni sinni, hún talar þessi mál svona frelsi orða. Það er mjög áhugavert að lesa í ljósi átakana núna til dæmis í Úkraínu og þess samfélagsins í Rússlandi að maður fær svona svolítið innri sýn á örvæntinguna hvarvetna, hvort heldur er í Rússlandi eða kannski ekki í Úkraínu beinlínis því að þetta er náttúrulega skrifað utan. Já, hún var að fara aftur til Rússlands í dag og það verður spennandi að sjá hvað kemur út af því. Þetta er náttúrulega ómögulegt líka að fá, sko bæði náttúrulega er hún eldklár en líka náttúrulega hefur þessa Ég baði nefnt að koma en það var hún akkurat að fljúga, sko. En ef það er eitthvað til margsum að bókmenntir og ljóðlið skipta það máli, þá er það náttúrulega það að höfundar skuli vera fangelsaðir stumstaðar og ofsóttir og það þýðir náttúrulega að ef það skipti einhver máli þá myndi enginn gera slíkt. Það er bara svona, það er eiginlega heppilegt að á meðan að höfundar
eru fangelsaðir þá vita þeir að þeir eru að gera eitthvað sem skiptir máli. Það er mjög vont að segja þetta svona. Já, en það er svona, svo leiðis, en það er allavega ekki fjari sanni. En þið þurfuð ekki að vita neina, þið þurfuð ekki að fá neinar tölur fangelsanir til þess að samfærast að höfundar og svona bókmenntahátíðir skipta ykkur máli, allan skipta ykkur persónulega máli eða hvað. Og það var einhver höfundur líka nefna á hátíðinni ennmegt hvort þið munnið bækur í Bandaríkjunum að það var, hver var það aftur? Ég man ekki hver það var en þetta með að bækur það sé verið að banna bækur og það eru að hverfa af bókasöfnum og allt þetta og sérstaklega vegna þegar í rauninni miklu umræðu eins og við komum inn á hér öll mikilvægi bókasafna í því að þessir höfundar sem að urðu til. Já. Kannski verið það umræðefni á næstu bókmenntahátíð eftir 2 ár bannaðar bækur í Bandaríkjunum og lokuðu bókasöfnum og eitthvað. Þannig þetta er allt bara rétt að byrja sko. Kannski var þessi hátíð smá svona stund milli stríða að kannski hugsa hlutina aðeins í stærra samhengi áður en að allt hrynur á okkur. Þannig að tala bókasöfnin er svo næst verið að tala kannski fangelsið þá eitthvað svoleiðis, eða vonandi ekki náttúrulega. Já, þar sem þið loka bókasöfnunum, þar opnaði fangelsi næstu þegar ekki. Já, það er svo tenging. Já, getur maður... En ég þakka ykkur kærlega fyrir að maður heyri nú að þetta hefur verið bara mjög áhugaverð og skemmtileg. Þetta er bara mikil hátíð og ég verða að viðurkenna, þetta var í fyrsta sinn sem ég er á hátíðinni svona bara alveg frjáls, ég hafði engum skyldum að gegna og það var bara æðislegt. En ég verða að viðurkenna að ég svona var pínlítið hugsið hvort að þið nú almennilega aðsókna bókmenntahátíð og svona en ég hefði sannarlega ekki þurft að ágjöra því og svo eins og hátíðinu lauk svona opinberlega með bókaballinu á laugardagskvöldið og það var svona slúttið í inn og allavega og þá hugsaði með mér allir mæti nokkur alltaf ball en það var svo sannarlega fullt út á dyrum og þar átti skemmtileg hljómsveit HKL-flokkurinn og eða Sænska akademían sem var hljómsveit íslenskra rithöfunda sannarlega stóran hlutamáli það var alveg gríðarlega skemmtilegt. En þetta verið fjörugt og svona örvandi fyrir ykkur sem já, þetta er líka svona afsáttíð innhverfa fólksins sko og vinnur sitt ykkur í hotni farin að koma saman og síðan svona rithöfunda karaoke það sem að þannig að maður svona með 10 tíma fyrir meira og meira rómantisera sko skrifstofuvinnuna hvað það hlýtur að vera gaman að vinna á skrifstofu og fara ásættið eitthvað þetta er svona sitja saman í kaffa á mótnana mitt. En svo er þetta líka þetta einmitt að það eru höfundar sem hitta lesendur og þetta er svona, er það ekki svolítið fallegt líka? Jú, alveg örugglega já. Og síðan líka náttúrulega bara sem Jóna, það er náttúrulega bara gaman að þetta skuli vera ókeypis. Já, við verðum vel að taka öllum sem stóðu á bakvið þetta, að það sé enda ókeypis. Vonandi heldur þetta áfram. Já, af því að aðsóknin er það mikil að bara vandar stærra rými. En einhverju höfundar sá ég bönnuðu streymi sko, en var einhverju streymt sko það var streymt því sem fór fram í Norrannahúsinu var öllu streymt nema Claire Keegan en engu af því sem fór fram í Iðnó var streymt sem ég finnst afar miður ég hlakkaði svo oft upplýði svo oft að býtum við hvað var hann að segja og Jórunn, var enginn frá Ríkisútvarpinu að taka þetta upp? Jú, nei, ég veit ekki hvort það var tekið upp en allavega hana var Jóhannes hann var alveg á sveimi og við munum eiga eftir að heyra anekdótur frá bókmenntahátíð í bara bókum. Og kannski eitthvað tekið upp líka, já. En svolítið skrítið að Claire Keegan skildi banna streymi, sko... Kannski að þau eru svo kvartvís. Verandi út á landi sjálf, þá verið hægt að segja hvað væri gaman einhver út á landi sem ekki áttu heimagengt. Já, til dæmis. En við bara hlökkum til þá næstu bókmenntahátíðar og allar hinna viðburðina, sko... Þið eru nú duglega að búa til viðburði og mæta og skipuleggja sjálf. Valur Gunnarsson rithöfundur og bókmenntarfræðingur og Jórunn Sigurðardóttir útvarskona, fyrrverandi útvarskona og útvarskóðsögn. Búðakona og páfi, segjum það bara. Og Má Alheimsdóttir rithöfundur
og ert ekki, þú ert rithöfundur og ekki málsvari og ekki málsvari bólfari á Íslandi. Nei. En já, það líka, Já, við skulum bara enda á rithöfundi. Ég held að það sé nóg í bili, þótt ekki annað í lífinu. Já, og það bara töluvert hlutverk að standa undir að vera rithöfundur, greinlega, eins og hérna, ekki Takk bara koma fram. Bara, já, að rithöfundar skuli vera til. Já, og þannig líkur Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum viðmælendum og samstarfsfólki mínu fyrir bara samstarfið í kvöld. Laufey Líndal Ólafsdóttur, tæknikonu, og Pétur Fjellsteð fyrir að varpa samræðinu yfir til ykkar og ykkur öllum hlustendum áhorfendum fyrir að breyta þessu spjalli öllu í fjölmiðlun. Og þetta róttæk svona fjölmiðlun sem eiginlega á undir högg að sækja í íslensku samfélagi, þannig að þið styrkið okkur mjög með því að taka þátt í samræðinni og benda öðrum á efnið okkar, en svo með líka ef þið hafið einhver tök á að fara inn á síðan okkar samstöðin.is og styrkja okkur líka svona fjárhagslega. Það hægt að gerast áskrifandi fyrir 2750 held ég á mánuði og annars efnið opið öllum, en þetta svona til þess að gerast hlutaðeigandi í þessum fjölmiðli, almanna útvarp og sjónvarp, og við erum aðgengileg á síðun okkar og á YouTube og öllum helstu hlaðvarpsveitum og í útvarpinu 89,1 og svo í sjónvarpi Símans. En við segjum þetta gott í kvöld og mætum aftur sprell hress annað kvöld og ég segi góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.